Eyjafirði færum við okkur yfir í Skagafjörð í samgönguminjasafnið í Stóragerði. Hér gætir ýmissa grasa og ég hef aldrei komið hérna áður. Ég alveg stórhrifin, ég sé ýmsa bíla, gamla og eldgamla og svo aðeins yngri bíla. Já. Sólveig minn, hvernig byrjaði þetta nál saman? Já, það nú saga að segja frá því. Þetta svo sem átti nú aldrei að verða safn til að byrja með, svo ég segi þið það. Þetta byrjaði þannig að Gunnar langaði svo að eignast vörubíl, Fargo vörubíl og það endaði með því að hann fékk sér Fargo vörubíl en hann var nú aldrei gerður upp og hann stendur hér úti en þetta byrjaði með því að hann gerir upp Ford 600 bíl 1954 og hann svona sökudólgurinn að þessu safni. Hvar fannstu þann bíl, Gunnar? Já, hann hélt alltaf að hluta og Eyjafirði. Hjaltadal og Eyjafirði? Já, þetta var nú fyrsti bílinn sem ég keyrði því að pabbi átti keypti svona bíl 54 og maður fór að grípa í það var 10-11 ára. Svona ungur? Já. Það mátti ekki. Það er ekki í dag. Þannig að það er ekki tilviljun að við stöndum hér. Við erum að standa hér við þann sem að þér hefur kannski tekið mestan tímann þinn í að gera upp. Já. Og segja það og Gulli bíli líka. Svo ég með aðra merkilega bíla inni, bæði mjólkurbíl og rútu og jepp og dráttarvélar og allt góða tæki. Ég hlakka til að labba hérna og skoða þetta og mynda þetta, en hvað þeir margir, Sólveig, bílarnir? Þeir eru svona kannski rúmlega 80 hérna inn í skemmunum. En það eru svona cirka 300 bílar á svæðinu með vélum og öllu. Já, með vélum og öllu, hérna farmall og það bjalla og sko það ekki hægt að telja þetta allt upp. Hvernig í veröldinni hafið komist yfir að gera þá upp? Já, sko, Gunnar hefur náttúrulega alltaf verið alveg ótrúlegur, sko. Þannig að það var yfirleitt heimilið svona undirlagt af varahlutum og brotum úr þessu öllu og maður bara lét sig hafa það. Það eins gott að þú hafir þá smá áhuga á bílum. Já, ég hugsa að þetta hafi og hefði aldrei farið saman nema af því að ég hef víst alla tíð þjáðst af bíladellu. Já. Alveg bara frá því ég man eftir mér og ég man bara eftir mér svona þegar ég er 5-6 ára að náði svona í skotti á síldarævintýrinu og þá voru margar flottar drossíur og mér það svo minnistætt að það voru nú konur sem áttu flottustu drossíurnar þarna á planinu og ég snerist í kringum þær til þess að fá svo að fara einn rúnt. Mér fannst það svo flott og svo var ég alltaf að fá sitt í vörubílunum með köllunum og svona. En það nú svona fjölskyldusaga í kringum fjölskyldunars Gunnars einmitt tengd bílum, ekki sant? Já, jú. Það hafa allir þjáðst að þessu og þetta virðist bara vera í genunum því að það virðist bara öll börnin okkar og barnabörn og allt það hafa allir áhuga á þessu og eru allir sýktir. En þetta algjört gósen einmitt fyrir þá sem hafa áhuga á bílum að koma hingað í Stóragerði og sjá þetta safn. Hvað langt síðan þið opnuðu það? Já, við erum 10 ára í sumar. Við opnuðum 24. júní 2004 en auðvitað átti þetta aldrei að verða safn. Aldrei, það stóð aldrei til. Ég tek eftir áherslunum sem þú leggur á þetta. Já, þetta átti aldrei. Hvað breyttist? Já, það var nú þannig að það var komið svo mikið af bílum því að þessi Gulli, sökudólgur, hann vafði upp á sig og þegar þetta var búið, þetta meistaraverk, þá var ekkert hægt að hætta. Þá kom bara hver gripurinn á fætur öðrum og svo var komið svo mikið af bílum og dóti að við vorum hreinlega hvött til þess að opna og starta safni. En það kostar nú sitt. Já, það kostaði sitt, en eins og ég segi, Gunnar hefur alveg verið ótrúlegur og auðvitað hefur þetta kostað okkur líka, fjölskylduna, tíma og allt það, en þetta hafðist með góðri hjálp
sumarfrí í þetta. Já, sjáðu hvernig hann brosir að því. Já. En það ekki marga ferðir á Spán hjá ykkur? Nei, það voru aldrei farnar ferðir og það var aldrei farið í sumarfrí svoleiðis að það væri ekki farið í einhverja kofa og skemmur einhvers staðar til sveita. Því að hann var eins og með röddkenni augu á þetta allt saman hreint. En segðu mér hérna með, þú veist að tala að þið hefðu ekki fengið frí og ég trúi því nú þegar ég sé þetta allt saman. Hvernig hefur aðsóknin verið? Hvað heldur ykkur gangandi í þessu áfram? Já, það náttúrulega fyrst og fremst þetta náttúrulega bara hugsjón og bara, auðvitað þetta bara nokkuð skona sýki. Þetta verður bara sjúkdómur þegar maður byrjar. Það gaman að þessu og ekki hvað síst að við erum búin að sjá það að þetta stór merkilegur hluti í sögunni og menningun okkar eins og hún var. Og fólki finnst það og við fáum rosalega mikla hvatningu frá gestum og það gaman að því að það að koma svo mikið af skólahópum á vorin, alls staðar að landinu og krakkar hafa alveg gríðarlega gaman að því að koma hérna og þau segja öll sem eitt þegar þau koma, af hverju allir bílar svona ljótir í dag? Já, þegar þessi glæsivagnar eru hér. Þau ætla öll að safna fyrir sér fyrir svona bíla. Já. En hvað með aðra bíla? Eru þeir þannig að það væri hægt að keyra á þeim út? Öllum. Það allir gangfærir bílarnir sem eru hér inni, nema kannski fyrsti bílinn sem kom í Skagafjörð. Já. Þetta merkilegt. Já. Það byrjað á því að gera vélina, alltaf að taka vélina fyrst, áður en nokkuð annað skoðað. Og það getur tekið viku, hálfa mánuð að koma vélinn í gang. En þá hafist handa á öðru. En segðu mér aðeins hvert þitt hlutverk fyrir utan það að vera stóð og stykta og gefa eftir allskyns frí og eldhúsborðið. Ert þú líka eitthvað að gera við bílana? Ég nú kannski ekki mikið að gera við bílana, en ég hef nú svona sem stuttan hérna þegar hann hefur verið að sprauta pínu lítið og skrúa svona eina skrúu og haldi við þegar hann að sjóða en ekki mikið, en svona, það hefur komið svona pínu stund. En svo ég náttúrulega aðalega hér að sjá bara safnið og halda því gangandi og svona allt í kringum það. Það nú líka dálítið mikil vinna. Það mikil vinna og mikil binding. En þetta opið yfir veturinn? Nei, ekki alveg yfir háveturinn, en það að lengjast alltaf tíminn. Þannig að við höfum lengt tíman í báðar áttir. Þannig að við opnum fyrr á vorin og svo lokum við seinna. Við erum að taka hópa alveg fram í byrjun desember. En þá orðið líka svolítið þröngt því að við fyllum skemmurnar alveg röðum inn, sko. Já. Mikil aukning á útlánum bóka úr bókasafninu í Fjallabyggð milli ára sem öfug þróun við önnur bókasafn. Skoðum hverju það sætir. Við erum stödd hér í bókasafni Fjallabyggðar eða réttara sagt í öðrum hluta þess því að þetta bókasafn það jú á tveimur stöðum, ekki satt? Jú, það bæði á Siglufirði og Ólafsfirði og Ólafsfjarðar bókasafn var að flytja í nýtt húsnæði og ég ætla bara að monta mig smá og segja að við stóðum okkur bara mjög vel í flutningunum. Þetta mjög sætt bókasafn, lítið og sætt bókasafn og ég hvet þar Ólafsfirðinga endur að koma og kíkja. En við erum hérna stödd í hlutanum á Siglufirði og þið eru staðsett í Ráðhúsinu. Hafið verið hér lengi? Það á 50 ára afmæli núna í þessu húsnæði 14. nóvember og það eru upprunaleg húsgögn bókahillurnar, stólarnir, borðin og þetta mjög bara, fallegt gamalt bókasafn. Ég verði að vera sammálaði með það mjög sérstakur og góður andi hérna. Þetta alveg yndislegt sko og fólki fara að nota sér alltaf meira og meira. Það kemur það því líður vel, kemur les blöðin, fæs kaffibolla, bara gluggar í bækurnar og bara mjög fallegt bókasafn. En eins og sagðir áðan, þá var bókasafnið á Ólafsfirði að flytja í nýtt húsnæði. Það sem sagt fór frá Aðalgötu 15 í gamla stjórnsýsluhúsið og þá komið í rauninni í minna húsnæði heldur en það var áður. Hvernig kemur það út? Það náttúrulega kemur ekkert nógu vel út af því leitin að bókasafnið á Ólafsfirði á 15.000 eintök af skráðum bókum og örugglega 4.000-5.000 óskráðum og safnið nýja það ber bara 3.000 eintök. Þannig að gefur auga leið að það svolítið mikið í kössum. Það ekki nefnt 5. bókasafninu sem í hillunum og það ekki alveg nógu gott kannski. En safnið átti að fara í stærra húsnæði, var það ekki? Það átti að endurinnrétta húsið, stjórnsýsluhúsið gamla á Ólafsvegi 4 sem bókasafn.
en því var frestað og við bíðum bara eftir hvað verður. Og meðan þá bara gerið þið gott úr hlutunum í þessu litla húsnæði sem þið eru með? Já, ég ákvaða strax að þetta er rauninni bara 3 herbyggi sem við höfum og ég tók strax þá ákvörðun að nota stærsta herbyggi fyrir barnadeildina og lagði mest áherslu á hana og hún er bara virkilega flott og mjög mikill munur fyrir börnin frá því í gamla húsnæðinu og svo er annað herbyggi það sem ég er með tímariti og flokkabækunar og svo er annað herbyggi, 3. herbyggi fyrir skáldsögurnar. En hvernig er annars með íbúa Fjallabyggðar? Eru þetta miklir lestrarhestar? Þeir mætti alveg vera meiri lestrarhestar en það hefur samt orðið mjög mikil aukning sko frá árunum 2013 að það sem er af þess ári þá hefur orðið 34% aukning á útlánum í Ólafsfirði og 29% hér sem er bara mjög gott sko og það er ekki mjög algengt að bókasafnið á þessum tíma að það dragast alltaf saman útlán frá ári til árs en það hefur aukist alveg heldur betur okkur sem er mjög ánægð með það. Bókasafnið skipta líka miklu máli það ekki í svona litlum byggðarlögum? Þau skipta náttúrulega bara öllu máli og nú er menntaskólinn Tröllaskaga, það er ekkert mörg ár síðan hann tók til starfa á Ólafsfirði og krakkarnir þar þurfa bara að læra að nota sér bókasafnið til að koma að finna heimildi fyrir efni og ég ætla að taka í vetur grunnskólakrakkana, bæði á Siglufirði og Ólafsfirði, kenna þeim upplýsingalæsi og reyna að fá þau bara til að koma á bókasafnið og nota bókasafnið sem stað til að vinna og þetta hefur maður mikið að segja. Bókasafnin er að verða meiri svona samkomustaður og þau þurfa að hafa tækifæri og fjármagn til að bjóða upp á viðburði sem að eru náttúrulega bara ekki í stöðunni eins og hún er í dag og það þarf bara, já þau eru bara að verða samkomustaður en með rafbækurnar við býðum bara eftir samkomulagi höfunda og útgefanda og það er margar brýr sem þarf að brúa þannig að það verður hægt að fara að lána út rafbækur það er vísu nokkur bóksönd sem er fann að lána út lesbretti og þá er það bara bækur frá emmi.is og bækur sem er komin á höfundarétti erlenda bækur en þessar 9 titla þú ferð ekki að kaupa það og lánar það út sko. Það er bara ekki svo les ekki ennþá. Við setjum ungmenni í fókus í næsta þætt okkar hér á N4.